Í fyrsta þætti þessa hlaðvarps reyndum við að varpa ljósi á hraðan sem margir foreldrar upplifa daglega. Hasarinn að fara með okkur mörg með öllu því sem við þurfum að gera og því sem okkur langar til að gera. Og ætli þessi satt sem við heyrum stundum, erum við foreldrar að dömpa öllum okkar vandamálum á skólakerfið, af því að það svo mikið að gera hjá okkur. Of mikill hraði í íslensku samfélagi? Málefni skóla og kennara hafa verið afar áberandi síðustu vikur, ekki síst vegna kjaradela kennara, en einnig vegna hegðun barna og foreldra í garð kennara. Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir, skólastjóri Hörðuvallaskóla, skrifaði aðsenda grein á vísi.is sem ber nafnið Agaleysi í íslenskum skólum, kennarar þurfa valdið tilbaka. Þar fer hún yfir hvað börn eru orðin orðljótari, beita meira ofbeldi og að skólar þyrftu orðið atferlisfræðing í 100% stöðu til að aðstofa sig við stöðuna. Hingað hún komin til okkar á sett til að ræða við okkur málefni kennara og skólastjórnenda. Þessi þáttur í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Vertu hjartanlega velkomin, Sigrún Ólöf. Já, takk fyrir. Viltu kannski byrja því að kynna þig, segja svona eitthvað almennt sjálfa þig? Já, ég búin að vera í skólakerfinu eiginlega allt mitt líf bara, nánast. Byrjaði 16 ára leikskóla og ákvað að mennta mig sem grunnskólakennari. Og búin að vera að kenna í grunnskóla frá 2005. Bætti við með meira námi aðeins síðan mér og með master í stjórnun menntastofnana og tók einnig diplóma í starfstengdri leiðstögn og kennsluráðgjöf. Og ég búin að vera umsjónarkennari lengi og fór síðan í Hafnarfjörð að innleiða spjaldtölvur í grunnskóla Hafnarfjörðar. Sko? Ég margar spurningar. Mjög grunaði hann eftir. Tók þátt í spjaldtölvum innleiðingu Kópavogsbæjar sjálf sem kennari þar á undan og færði mig svo aftur við Kópavog en þegar ég búin að vera í Hafnarfirði og tók við sem aðstoðarskólastjóri í Hörðuvallaskóla 2020 og í dag skólastjóri þar. Okay. Þannig að svona í grófum dráttum. Svo ég bara 3 barna móðir og 3 drengi í skólakerfinu. Þannig að maður hefur alveg marga vinkla á þetta allt saman. Já, það frábært að fá þig hingað. Það margt sem ég langar að spyrja Já, bara ég vissi þetta ekki. Gjör svo vel, skjóttu. Já, ég ætla bara svona að byrja samt að segja, sko, það var í gamla þetta var alveg gott fólk sem reykti með börnin í bílnum, bara í góðri, eða þú veist, þetta var bara lenska. Eða bætti þetta ekki betra, var þetta ekki betra? Við getum rætt það. Já. Nei, ok, ég nefnilega eina af spurningur sem ég var búin að punkta niður fyrir þig, voru iPadar í skólum. Og ég hef verið að svona efast ágæti þeirra. Og ég skil hvaðan þeir komu að því ég tölvunarfræðingur og ég fann alveg þessa stemmingu líka þetta pepp að hafa allt stafrænt og umbylta menntunarkerfinu og hvernig við lærum og þetta miklu jöfnunartæki fyrir alla og auðvelt að búa til efni og fleira. Já, ég er alveg sammála. Og þetta var bara stemmingin, þetta er bara eitthvað sem verður að gerast til þess að við getum farið á næsta stig í þróun menntamála. Og þetta er það sem ég fann á þeim tíma, þegar ég var líka að vinna í svona spjaldtölum fyrir Reykjavíkurborg líka á svipuðum tíma, sko, bara í öðru sviði, bara heilbrigðismálum. Já. En eru þeir að gera sem við vorum að vonast sem myndi gera? Er þetta kannski bara stafrænt áreiti og kannski meiri svona truflun? Sko, það er alveg hægt að fara svona taka söguna aðeins. Því að það er núna 10 ár síðan bara eiginlega samt að verða komið 10 ár núna í haust frá því að spjaldtölu voru innleita fyrst í grunnskóla Kópavogs. Ég veit að Kópavog var steig þetta fyrsta skref svolítið hérna höfuðborgarsvæðinu. Ég veit allan að skóla út á landi og Sauðárkrókur voru langt komin undan. En á þeim tíma, því ég gerir líka meistaraverkefni mitt innleiðingarferli spjaldtölva í grunnskóla Kópavogs. Já, ok. En það var svolítið aðeins verið að horfa út frá stjórnendum, en ég var svolítið kennar á gólfinu þarna og ég held að mörguleiti var svolítið verið að reyna blind í sjóuna því að við fengum tæki í hendurnar svolítið eða svipum tíma á nemendur og
þeir höfðu þetta frelsi og miklu fljótir að læra á þetta heldur en margir kennarar. Ég var náttúrulega frekar unga á þessum tíma og mér sé alltaf ung sko, en þú veist, já, jú, maður rétt undir 30 og eða rétt 30 og var kannski svona aðeins tæknilega sterk og gat alveg svona ýmislegt, en ég hafði alveg ágjör af þeim kennurum sem að fannst svolítið bara vera að vega að fagmennsku þeirra, að þið fannst eitthvað þetta kom inn bara, ég ekki að gera nógu vel núna og akkur þarf iPadin að koma og hvað ég að gera en svona eftir að hyggja, þú veist, þá hefði alveg þurft aðeins að stíga hægar til jarðar og gera það hægar og það kom einmitt ljós í meistaraverkefninu mínu líka að kennarnir þurfti aðeins að fá tækifæri til að læra á tæki sjálf að því jú vissulega skapast alveg í mörgum kennstundum, krakkarnir bara fór í alls konar og kennarnir eða ekkert við þetta en það tók ég svolítið með mig líka yfir í Hafnarfjörðin þegar ég tók að mér að innleiða þetta þar í grunnskóla Hafnarfjörðar ásamt sko mörgum öðrum, ég var í einum skóla þar og við vorum svona teimi í kringum þetta og sáum þá alveg fram á og þurftum að fara hægt í þetta að því að markmið að nemendur geti skilað af sér meira skapandi verkefnum og kannski við bakkaðins, ég tók voru tvær góðar samstarfskonur úr Kópavogi sem við fórum í Hafnarfirði því að hún var að kenna með mér, ég var að kenna starffræði úlingastigi, hún dönsku og hún var byrjað undan mér og tækifæri sem að opnuðust voru gríðarleg að nemendur gátu skila munnlegum verkefnum og vídeoskilum og voru bara komið með glósulista bara í tækin sín sko. Það er kvistlegt mikið þannig að þú veist það voru ótrúlega, og eru ótrúlega margir möguleikar en það þarf að fara ótrúlega rétt með þetta sko. Nei, það er bara svo hressandi að heyra þessa hlið af því að ég hef hvorki verið barn í grunnskóla með iPad ný 8 börn með iPad í grunnskóla þannig að og svo heyrir maður bara umræðuna þannig að já, það er alveg hressandi að þetta hafi svona stekka möguleikana á alls konar verkefnum. Já, algjörlega, þau gera það en það sem það þarf að passa og við rákum okkur svolítið á sérstaklega í Kópavoginum að það voru engar hömlur og börnin svo fljóta að læra að þau voru bara komin inn á allan fjandann. En eðlilega ekki, þetta var svo nýtt. Þetta var svo nýtt. Já. Þannig í dag er þetta orðið miklu betra. Það er mörgum vefsíðum er lokað til dæmis ef þau eru á Kópavogsneti sem reyndar er stundum aðeins svo mikið að því við getum til dæmis ekki fara bara á Google Maps skiljið. Þannig að þetta er líka alveg heft okkur og líka eftir persónuvernd kom sterkar inn með sínar reglur alltaf mörg upp sem við erum að nota þurfum að fara með í gegnum áhættumat sem ég tel líka bara frábært að það sé gert upp á gagnavistun og annað og það er lokað á þá samfélagsmiðla svona en svo eru bara krakkar svo klári í dag að þau bara fara gegnum ýmsa leiði til að finna út þessu sko. Þau eru bara svo klár en það kannski líka þarf að horfa á það þau eru það klára hvar enda þau í þessum heimi ef þau fara vel með það sko. Það er líka alveg áhört að sjá að því maður er líka alveg hræddur þessa kynslóð svona að því að við þekkjum þetta ekki svo vorum að ræða á, eins og þú segir kemur inn á við vorum ekki þarna sem börn og erum núna foreldrar þessara barna En ég er samt pínu glöð að heyra þetta að þau séu fara að vera svona góð í að komast fram hjá hlutum ekki að því ég vil að þau komast fram hjá hlutum en þau vorum að tala um daginn hvernig okkar kynslóð er svolítið samlokuð við því að við vorum alltaf að reyna að finna út úr öllu þegar við vorum yngri að þeir foreldrar kunnu ekki neitt þannig að ef þú vildi spila töluleik og hann virka ekki þá þurftur bara að finna út því sjálf eða ekki spila Þaðan kom þessi kláru forritarar en núna finnst mér allt svo að notendavænt allt sem krakkarnir er að nota þannig að þau kunni einhvern veginn ekki að retta sér í neinu þegar það kemur að tækninni þannig að við þurfum alltaf að vera að hjálpa sko foreldrum okkar og börnunum okkar í allir tækni en þetta sýnir samt kannski að þau geta ýmislegt sko. Já, það er bara rosa gott að hafa smá hömlur af því þá læra þau ennþá meira. Já, algjörlega. En það er kannski svona hræðið mann er svona, hversu ung þau eru farin að fara inn á ýmislegt sem að, þú veist, við í skólunum kannski getum ekkit endilega stýrt það því við erum að reyna að stýra því en svo kannski er það annars staðar aðra reglur heima. Já. Þannig og bara neteinelti og allt þetta sem að náttúrulega skila sér inn í skólana sem að það eru bara erfiðustu málin okkar til dæmis og geta bara verið í því hvar sem er hvað flytur kannski hinum en landi en það er samt ennþá bara að leggja einelti í gegnum ákveðna samfélagsmiðla. Ég langar einmitt rosa mikið að spyrja svolítið út í þetta á eftir en mér langar svo að klára þessa iPad umræðu af því ég er svo rosalega forvitin hvers konar verkefni ef þú segir bara í svona íslensku tíma hvað eru börnin að nota iPadana fyrir? Sko, við erum það heppin í Kópavogin og við erum með iPad 1 og 1
og þetta virkar ekki þannig að börnir er bara með hann allan daginn, heldur er þetta bara eins og hvert annað námstól í skúfunni þeirra og þannig eins og til dæmis nýja lestrarleikurinn sem að komast nýbúið að gefa út Grafogame sem er vist geggjaður. Hvað heitir hann? Grafogame. Grafo. Og þar eru nemendur að skora hærra þar að þetta er svolítið verið að tengja áhuga og þau eru að læra, þetta er bara lestrarleikur. Já. Og læra stafina og tengja saman og ég er búin að prófa þetta með yngsta syni mínum og hann bara lítur ótrúlega vel út. Já. Hann kennar þetta mjög ánægð með það til dæmis og ýmis svona námsforrit sem að verið er að nota sem að kveikja áhuga nemenda á námi sem að skiptir bara gríðarlega miklu máli. Það er eitthvað sem var ekki og kannski líka svo í dag börn kunni ekki að láta sér leiðast og þurfa að hafa eitthvað mikið fyrir stafni. Þannig að svo áskorun skilur sér inn í skólana og þá er maður bara þakkláttur fyrir þá tækni sem við höfum. Maður getum nýtt það samhliða hinnu gamaldags aðferðum. Mér finnst við að koma inn í svolítið hring og þetta er svolítið, kemur úr svolítið harður átt, ég er kannski að kasta svolítið steinum í glerhúsum hérna því að ég er appforritari og hef unni við alls konar svona upp hérna fyrir alls konar notendahópa en að börnin eru hætt að lesa eða læra að lesa að þeim geti ekki leiðst og eru bara ofi upptekinni því að vera í símum og spjaldtölum. Þannig við erum farin að gera leiki til þess að kenna þeim að lesa í símum og spjaldtölum svo þeir læra að lesa. Í staðan fyrir að kannski bara fjarlægja þetta og þeim leiðist kannski aðeins og læra að lesa. Ég man alveg eftir að hafa leiðist mjög mikið og fara að róta í bókasafnunum mömmu minnar í leita bókum sem ég hefði getið hægt áhuga á. Já, þetta er alveg áhugaverður vinkill líka sko, en maður hugsaði, áður fyrir, það var náttúrulega ekkert í boði. Þannig að maður hugsa líka núna að vera með þá fleiri möguleika til þess að kenna börnum að læra að lesa. Það er betra heldur en það var og það er ekki þar með að börn lesi aldrei að því það er bara eitthvað leikur alltaf. Að lestarnámi fer náttúrulega mikið fram bara mikið heima, börn verða að lesa okkur með einsta degi heima og það er ekki gert í gegnum leik heldur bara með foreldrum sínum eða forsjaraðalum og þetta er bara tæki sem við höfum í skólan til þess að auka áhuga þeirra og bara að þau nái betri lestrarhraða sko. Þannig að ég tel allt svona af hinnu góða en við þurfum samt alltaf að svona skoða hvenar við komin og langt á alltaf verið gegnum þetta og þess vegna er svo mikið að við séum í fjölbreytileikann sko. Já, ég hef líka lesið um rannsóknir sem sýna að það að lesa í bók eða skrifa á pappír hjálpar minninu miklu meira frekar heldur en í skjá og þau læra mun betur að skrifa og lesa og hvað þau eru að skrifa og lesa þegar þau eru bara blað og blíjant frekar en spjaldtölu þannig að en það er kannski líka svo þetta, þau eru ekki mikið að lesa nema að náttúrulega læra stafinn í gegnum appið eins og til dæmis þetta appa því náttúrulega först í því núna en þau eru alltaf með sína lestrarbækur og það er alltaf bara á pappír og það er alveg fram eftir öllum aldri sko. Þannig að þetta er fyrir þessa yngstu Þetta er yngstu börnin, já. En þegar kemur að eldri, eru þau með eitthvað lestrar upp? Sko þau eru, nei, ekki lestrar upp, þá eru náttúrulega meira bara fann að læra, eins og okkur við erum með á miðstíðinni hjá okkur samþætt þemanám og þau eru að læra mikið gegnum þema, en það er ennþá heimalestur samt sem áður og þá eru þau bara að lesa bækur eins og öllunni börn. Gallinn þar er kannski bara að bókaúrvali er ekki mikið og það hefur verið að gaggrina bara við í skólakerfinu og maður sérstaklega horfir út á strákonum svona bókakostnið þar er ekkit sérstaklega margir hverju uppbyggilegir til dæmis við erum að horfa tóma klúður og skúlaskelfir eða þú veist, þetta er svona æskili þannig að það þarf aðeins að fara að bæta í þar verulega sko íslenskar góðar bækur en ég er alveg sammála þér, þú veist, með lestur og bók, það er allt öðru sér heldur en í spjaldtölvu og þess vegna er náttúrulega bara mikilvægt að gleyma ekki þeirri áherslu en spjaldtölvan er heldur ekki ætlust til þess að maður er að vera að lesa heilt efni, heldur er hún markmið með henni er að börn hafi tækifæri á að skila af sér meira skapandi verkefnum. Ég hef nefnilega heyrt dæmi erlendis frá þar sem það voru svona lestrar upp þar sem varst að lesa heilu bækurnar í gegnum spjaldtölvu og fékkst verðlun fyrir hverja blaðsíðu sem þú varst að lesa en í staðin voru börnin bara farin að fletta til að safna verðlununum en voru ekkert að lesa og allt í því, hei, þú last 300 blaðsíður á 5 mínútum, vel gert sem er ekki mögulegt Nei, við erum ekki þarna Þannig það sem ég hef svo mikla ágjur af er hvernig við erum að dópamínvæða
allt og líka nám og ég skil alveg sjálfsög við þurfum að hafa leik í námi börn læra best í gegnum leik en ekki endilega samt svona í ódýru dópamíni út frá einhverjum spjaltölum þannig að það er það sem ég hef svo mikla ágjör ég hef svo miklar ágjör af þessu dópamíni þessum verðlaunum sem er verið að gefa í alls konar svona leikjum eins og að læra stafina ég hef aldrei séð hana leik en ég býst einhvern veginn bara við því að það séu svona verðlaun og alls konar Já, þetta býður bara svona gegnum, þau farið gegnum ákveðin svona þrep og komast á lengra í því meira sem færni þeirra verður og ef ekki þá eru þau bara saman stað sko og halda áhverjum að þjálfa ákveðin stafi sko þannig að já en svo er þetta bara, hvar erum við í dag í raunveruleikunum, bara eins og þú segir allt í gegnum leik og kannski líka þú veist, nú dettur mér ofalega hug, ég bara fór í leikhús með mínum yngsta daginn og við lendum í því í miðri sýningu fórum á Frost eins og allir foreldrar búin að sjá og þá var komið tæknilegir örðuleikar í miðri sýningu og mér var svo hugsað til að satt ungu drengur á bekk fyrir framan okkur og það voru sko 5 mínútur leið og kom tjaldir dreigð fyrir að þá bara var pabbi sem rétti bara síman og barnið var beint í leik og hafði ekki tækifæri til að láta sér leiðast eða horfa í kringu sig í leikhúsinu en það upplifa eftirvæntinguna upplifa hvenær byrjar þetta og þannig að dópamín eins og tala um þetta er það er verið allstaðar að íta þessu að börnunum hvar sem við erum en eins og maður horfður á skólinn eitt og sér við erum alltaf að nýta það góða í sem tækjum eins og hægt er til þess að auka áhuga þeirra námi og styrkja þau sko. En voru þetta mistök? Væri spurning það að kannski að bakka með spjaltölunar? Sko við erum að bakka núna eins og með 2015 af því að það er við erum búin að setja meiri skorður og það er ekki eins mikið frelsi með því að loka ákveðnum síðum og ákveðnum forritum sem börnin get ekki náð sér í en það sem að ég hef ágjör af það er ekki sér tæki í skólanum heldur tæki barnana sem þau eiga sjálf og geta sett allt sem þau vilja í tækin sín Já, yngra við tölum alveg fullt það Já, þannig að það er alveg svona annað umræðum Já, sko. Það er svolítið einbeilin að skólanum en eins og spjaltöldunar í dag í skólanum að þá eru þær mjög góðar og góð viðbót við kennsluna en svo er það aftur á móti það að, að hver kennari þarf náttúrulega að vera með sína reglur í einhvern sinni stofu þó að við mörkum eitthvað ákveðið og þau hafa tækifæri til að fylgjast með ef börnin er ekki að gera eitthvað sem hefur að gera í iPadinum en svo er þetta bara misjafnt hvernig kennarar eru hvort það sé góður ægi og stýri sér vel eða það sé alls ekki og börnin eru bara eldklár og vita hjá þessum kemst ég hans lengra en ekki á hinum og bara við þekkjum þegar við vorum börn maður vissi alveg einhvern veginn hvert maður komst ákveði langt með ákveðin aðalega sko. Já, mér finnst líka svo leiðilegt þegar að vera að nota spjaltölunar sem verðlaun eftir að búa að klára ykkur ákveði verkefni. Við leggjum upp með það þetta sé ekki verðlaunatæki. Af því það var svolítið þannig líka fyrst þetta kom og sérstaklega svo þarna því kennararnir bara voru óvissir með þetta byrjaði fyrst í Kópavoginum að það sé ekki umbun og velun að fara í iPad að búið með eitthvað annað heldur sé þetta nú er kennsli í gangi, við ætlum að byrja í þessu eða við erum með hringekjuvinnu og hér er þetta forrit og hérna ertu kannski að skrifa stafina og hérna ertu að fara upp á vegg og finna ykkur orð eða það sé bara hluti af náminu en alls ekki velun og umbun, það sé í skúfunni og þú ert bara með verkefni þá mátt alltaf fara að gera eitthvað í þessu og það vil ekki mikla áherslu á það hjá okkur allavega og vonum að sé alls það líka þannig. Ég hef mynd heyrta að það hefur ítt undir það að nefndu þá vinni bara verkefnin hratt og illa til þess að koma sér spjaltölunar sem fyrst. En svo eins og þetta ef þið fá valum að fara í spjaldið í ákveðnum viðfangsefnum að þá er það alltaf námsforrit sem þið eru að fara í. Og en dópamín vætt námsforrit? Já, væntanlega einhver, eins og þú segir. Það sem ég, mestar ágjör af. Og svo ég er svo forvitin að vita með atferðlisfræðingin og ofbeldin á skólans og orð bragð og allt það. Já, þú talar agaleysi í skólum landsins og þú skrifaðir frábæra grein það. Ég var ótrúlega glöð að lesa þessi grein. Já, takk fyrir það. Því ég er svo sammálaðir. Og langar bara fá frá þér bara hvernig fannst þér þetta að byrja og hvað var það sem svona fyllti mælinn hjá þér og fekk til að tala við fjölmiðla þetta? Kannski bara eins og ég byrja í greininni minni, ég fer í fæðingarorlof 2019 og er í öðrum skóla byrja svo í nýjum skóla 2020 og fór það bara að velta fyrir mig hvað gerðist það á svo einu ári og það búið að vera COVID þannig að hluta tímans áður en ég byrja og
það var bara svona pínugjör breytt umhverfi fannst mér. Þannig að árið seinna fer ég á námskeið með bara fleiri stjórnendum á Íslandi, bara skólastjórnendum og þá kom ég ljósa, þú veist, við spurðum þetta, það voru bara fleiri sem að segja, já, við erum að glíma við þetta líka og bara ofbeldi nemenda. Þannig að eins og ég sagði í greinina, ég var bara fegin einhvern veginn, þetta er ekki bara í skóli, guð, þú veist, og þannig að þetta er landið og eins og bara eftir ég byrti þess að greina, bara viðbyrðin sem ég fengið eru bara ótrúleg, bæði bara þakklandi frá fagstéttinni, bara kennurum og stjórnendum að ég hef stigið þetta skref að það er einhvern veginn bara allir að glíma við þetta sama og einnig foreldrum, bara foreldrum bæði barni í mínum skóla og bara öðrum foreldrum sem ég bara þekki ekki neitt og kennurum og stjórnendum sem er brunnið út í starfi bara vegna erfiðra foreldrasamskipta og einhvern veginn ég var bara maður hefur heyrt það með kennara bara elska vinnuna sína, elska samskiptum börnin en fóreldran er oft svo vandamálið hef ég oft heyrt alltaf og það hefur aukist og það er áhugjefni sko. Þannig að þetta var eiginlega bara gríðalegt en svo veit maður mist áhugavert að ræða COVID þó maður nenniði ekki það er bara tími sem allir vilja gleymast en kannski tími sem að skipti gríðalega miklu mála því að þar var mikið þess að það var var ekki skóli hlutadegi og börnin heima og einhver foreldrar að vinna heima, ekki aðrir og fleiri heimilisofbeldistilkynningar nefnilega þannig að einhvern veginn, maður veit ekki alveg hvað almennilega gerðist en einhvern veginn seti ég svona þetta breytti svolítið í kringum hennar tíma og við líka bara mistum öll tökin það kemur að einhvers konar mörkum í kringum tæknina og mér finnst líka svo núna þetta er búið að vera svona viðgangs í nokkur ára og maður veit að margir skólar er búin að standa sig vel að ná ýmsu niður en maður hugsa svona núna kannski tímbært og ég fann það líka núna við erum bara miður í kjarabartu kennarar og stjórnendur og í öllum stéttum í mínum geira að bara aðeins að henda þessu fram að bara þetta er þess að við erum að glíma við að því maður fann alveg bara orðræðin okkar garð var ekkert í ákvæðu tímbili þannig að maður svona bara ég veit það ekki, ég byrjaði að skrifa grein hann í október og þessi bara fylgdi núna eftir og þannig að ég fann bara mér líka mikið á hjarta og vil bara deila þessu og einhvern veginn vona að fleiri þori og hafi hugur ekki til þess að gera slíkt því sama sko. Ég held að það var einmitt bara sagt það sem allir hafa verið að hugsa en ekki geta komið í orð. Og maður kannski gerir sér ekki grein fyrir út þetta er grunnskóla, þetta eru börn en þú veist, umlega börn eru orðin kannski reið og eru orðin 10, 11, 12 og alveg upp í 15, 16 og ætla að hjóla í þig ég bara eða stór hættulegt og líka bara verða fyrir þessu í vinnu og á einhverjum stað sem allir er að vera öryggir það er örugglega mjög ógnandi En hefur þið fengið einhver neikvæð viðbrögð? Ekki beint til mín en maður heyrt í umræðinni þú veist bara, einhver sagði bara já ég heyrði þetta og þarna og hitt og eitthvað svona og kannski þá verður meira kannski fólk sem þekki mikið almennilega, fannst mér svona helst bara hvað var ég að pæla og okkur er vekja þetta til umræðu og eitthvað svoleiðis hvert er ég að stefna með þetta eitthvað svona, þú veist eitthvað alls konar, ég bara en ég bara, mér finnst bara mikilvægt að þetta sé rætt því að þetta er bara orðið samfélagslegu vandi og ég er bara einn hluta samfélaginu eins og bara allir aðrir og ég get ekki svona maður getur ekki einn verið eitthvað berjast í einhverju sem maður finnur að sé bara allt og mikið, þannig að þú veist, það verða fleiri bara að koma með í slægin einhvern veginn með mér og bæði skólafólk og foreldrar og bara samfélagi heilsinni, þú veist, við viljum bara að börnin okkar það verði ekki svona, bara við verðum að ná þessu niður, sko, og það verður að gerast í sameiningu. En þú nefndir einmitt líka símannotkun í greininni. Já, akkurat, sko í skólanum mínum, þú veist, við leifum ekki síma, við erum ekki með bara heimasíðunni símaleg skóli, alveg hér en það sem vandinn er að börnin eru, margir er bara með þetta í töskunni og slögt á honum eins og við gerum ráð fyrir en flestir og sérstaklega miðstíðin eru bara með þetta á sér vasan er með eitthvað staðar og mann ekki fyrir að leita börnunum það er bara alls ekki og þetta hefur að skapa vesen hjá okkur og kannski sér í lagi bara það kemur eitthvað fyrir í fríminútum eða eitthvað og það er kannski bara starfsmaður komin og bara finna út hvað er að gerast og þá kannski bara hlaupið inn eða klósett og ringi það beint í foreldrar sína og foreldrar ringi brjála í skólan hvað er ekkert verið að gera í þessu máli og það er kannski 2 mínútur síðan það gerðist og þarna hugsa maður sko bæði eins og fyrir foreldrarna sem er í vinnunni að bara geta fengið fríð að vera í vinnunni sinni á þess að vera að býja til símtal frá barninu sínu og það er náttúrulega hrikalega erfitt sem foreldri að fá símtal frá barni í miklu uppnámi af því að þú veist ekkert hvað er að gerast er það bara stór slasa á leiðin på sjúkrahús eða það er þessi vingill og svo líka hinn að gefa okkur tíma til að vinna úr málinu og
bara, finna hvað kom fyrir og þú veist, var eitthvað að meiða eða þú veist, segja eitthvað eða bara hvað gerðist og leysa málið og upplýsa síðan foreldra eftir það, sko. Ég veit að það svona pínir sér vinnufriður sem að okkur vantar. Já, ég veit eitt dæmi úr skóla í Reykjavík þar sem þau voru alltaf með þessi síma úr. Já. Það er búið að banna þau í þessum skóla núna og það kannski var eitthvað barn og það datt og meitti sig á skólalóðinni í frímínútum og áður en að nokkur kennari eða starfsmaður gat komið að barninu, þá var barnið búið að hringja í ömmu sína í gegnum snjallúrið og amman var bara mætt á svæðið. En líka maður hlýtur að ímynda sér ef maður fær svona símtal, guð mig góður, það er enginn búin að sjá barnið, það er stór slasa, það er enginn að sinna því. Nei, búið að vera, þú veist, við vitum bara 1 mínúta hjá barnið getur verið kort, eða þú veist. Já, auðvitað. En það er mjög óþægilt að fá svona símtal og eðlilegt að þau trúi, þú veist, því sem barnið segir. En þau bönnuðu snjallúrin allavega fram að þessu, af því að það var bara ekki hægt að hafa foreldrar og rafa, bara að vera að mæta hérna við minnstu atvik og algjörlega, og líka bara, ég hef þurft að gera bara mínum kennaraferli að hérna bara segja við foreldri að þú veist að þetta var bara stansast eitt barn alltaf að ringja hverju eins og tækifæri hljópin og klósett og annað bara frá 8 til 2 þá svarar þú ekki símanum hjá barninu þínu. En af hverju er þetta foreldri ekki að fylgja þeirri reglu að þetta sé símaleg skóli? Það er önnur spurning. En okay, það er bara foreldri að fara bara sína eigin leiðir einhvern veginn. Þegar Reykjavíkurborg er búin að stóla sig að því núna að 70% af skólunum þeirra sé símalaus. Það er ekki alveg þannig. Nei, hvað þýðir það að vera símalaus ef þú ert ekki símalaus, ef símin er bara í vasanum? Það er alveg þannig og mér er bara mjög mikilvægt að flestir, að því það sem ég sé alltaf er að foreldrar hræddir að símin verða að vera alltaf til staðar, það gerist eitthvað, þú ert á æfingu og hvert ferðu og þetta er svona öryggistæki sem er alveg skiljanlegt. En einhvern veginn komist við af hérna áður fyrr á þess að hafa þetta frábæra lausn á þessu takka sími takka símin, hann er góður Nei, líka bara, þú veist, ok, hafa tækið, hafið bara slögt að undir skólinu búinn og svo fyrir það æfingu og þá kveikir á honum og þú veist, ef þú þarft, sko. Þetta er svona ásmikla sjálfstjórn hjá börnum. Við getum ekki, og þetta er það sem gerir mér svolítið reiða, er við getum ekki sett þá ábyrgð á börnin að vera með sjálfsstjórn þegar við getum það ekki eins og sjálf. Við getum það ekki sjálf. Og líka bara versta þegar maður, eins og ég glem ekki, kennar yngri deildinni hjá mér, ég held að þessi 2 ár síðan, þá hún að segja mig það að hérna, síminn, töskunum var alltaf fram að gangi hjá börnunum, að hún heyrði oft bara síman að ringja í töskunum meðan skólatíma. Og hún bara, hver er að ringja núna aðrir en foreldrar? Og alltaf til að börnin svari síma núna þegar í skólanum. Er allt í lagi, skan? Já, er allt í lagi, þú veist, þannig að við erum bara að leggja miklu áherslu á þetta, það bara ringt í gegnum skrifstofuna, þetta er ekki síminn, en þetta eins og segir, ef foreldrar hafa ekki sína sjálfstjórna, þú veist, hvernig eiga börnin að hafa það, sko. Þannig að hérna það þarf bara að fara aðeins að tala af alvöru við foreldra núna ef það er símaleg skóli þá á síminn að vera eftir heima hann á ekki að vera aðgengilegur í skólanum. Það er ekki nema að sé læst box sem ég veit að reyndar að sumir skóli gera læst box í byrjun dags sem þú færð aftur í lokdags eða einu læstum skáp af því það hefur líka sýnt sig að ekki nema síminn sé, það eru rannsóknir sem sýna þetta, að ekki nema síminn sé í öðru herbergi og aðgengilegur þá hættir hann fyrst að trufla en ef hann er aðgengilegur, hann er í vasanum eða í töskunni, þá truflar hann alveg jafn mikið og þú væri með hann upp á borði. Við vitum alveg ef við erum á fyrirlestri og það, þú veist, er eitthvað að gangi í vasanum okkur, við kíkjum alveg. Já, og bara maður gleymi símanum heima þá maður bara, það er bara allir að ringja á sökulið og sjúkrabílinn, en þú veist, ég veins lendi því, svo ringdi aldrei einn í mig allan daginn sem með síman heima, sko. En mér finnst þetta líka vera svona, þú veist, við foreldrar, þegar nú talaðum ég er alltaf foreldri líka, við þurfum aðeins að fara að taka okkur saman í andlitinu af því að þetta er alveg tæki sem að, ég og erfitt með að skilja síman eftir og hvar er hann og þú veist, hvar er skilabóðinn og hérna, og ég ætla hann ekki að ræða börni mín en mér er samt eitt dæmi sem ég langar samt að segja og það var svona algjörlega út frá mínu eigin barni sem lýsi kannski svolítið hérna, stöðu barna í dag, af því að minn drengur, hann er á miðstigi og hann er ekki með síman í skólanum sínum og það eitthvað varð ekki til þess endilega ég var eitthvað að segja og hann ætti alltaf að vera með hann heima. Það byrjaði bara þannig og hann er bara búin að vera með hann þannig heima og ég fór með hann til læknis eitthvað tíma, þurfti að hérna, sækja hann og hann alveg, má ég hafa síman með mér? Við þurfum kannski að bíða úrst að lengi, allt í lagi. Við sækjum hann heima í þegar menn í læknistíman og er svo fyrir keyran aftur í skólan og ég ætla að fara að drífa með vinnunni í þess að herðu, þú bara slekkur á hann og setur hann í töskuna og hann, nei, ég ætla að fara heim.
af hverju? Ég ætla að skilja hann eftir heima af því ef ég er með henni í skólanum þá veit ég mig langar svo að fara í síman minn Já, hugsaðir. og þetta vakti mig svo til umhugsunar einhvern veginn svona að því ég hafði ekkert pælt í þessu áður bara hann var alltaf bara heima, ekkert vesen svo var maður ofta að fá tölvupóst frá kennaranum að bara símandinn er valda truflun og þá vissi ég alltaf að þetta er ekki barnið mitt að þeir eru alltaf heima en hann segir þetta sjálfur, minnst að segja svo margt börnin okkar og þau ráð ekki við þetta þannig að ég bara er sammála þér bara að hafa þetta heima eins mikið og hægt er og ef að börni virkilega þurfa að hafa þetta út af einhver alls konar þá verður þetta að vera bara slögt á þessu í fjarlægð og hún er tösku sem er ekki nálægtir þetta er bara truflaði og þau ráða bara ekkert við þetta því miður Það er alveg á hreinu en líka bara þegar kemur að bara almennir skjánótkun barna þar sem við heyrum oftir í rökin er að börn þurfa að læra á sér tæki þetta er bara nútíminn nú verða þau bara að vera með snjalltæki svo þau getur lært á hvernig á að nota þau og fleira ég er ósammála því og ég rætta margoft í þessum þætti hvernig ég er ósammála því og mér finnst að börn ættu raunin ekki að fá snjallsíma fyrir eftir fermingu fyrsta lagi en mér finnst líka bara að vera svolítið grimmt af okkur að vera að setja þessa ábyrgð á börnin Já. Að þau þurfi að læra hvernig á að nota samfélagsmiðla internetið, að verjast gegn óvinveittum aðilum og neteinelti eins og við komum að á það, nú getur kannski rætt aðeins betur núna er að við erum að setja þessa ábyrgð foreldrar, kennarar og samfélagið heilt, allt fullum fólkið nú ert þú 12 ára og þú þarft að fara að vera ábyrgð á því sjálfur hvernig þín stafræna velferð gengur fyrir sig það er bara ósængilegt Já, mér er líka mikilvæg punktur í þessu og það er við hamrað alveg hressilega hjá mínum foreldrum í mínum skóla og það var þetta samfélagsmiðlana að þeir eru ekki leyfilegir fyrir en í fyrsta lagi 13 ára með aldurstakmark bara á þau orðið bara að sækja appið og ég bara vil að fólk vinsalegast virði það af því að það er ástæði fyrir því og maður veit að þetta ætti að vera hærri aldur en það og það er vegna þess að þau hafa ekki þroska í þetta þau vita ekki hvað þau gera og orðunótkun sem að fer þarna fram er slæm og versta neteinelti sem við lendum í gegnum akkurat samfélagsmiðlana og það er hjá krökkum sem að hafa oft ekki eiga ekki verið að koma aldur til að vera komið með ákveðin samfélagsmiðl í tæki sitt sko þannig og einhvers þar þurfum við þá líka að fara að stíga niður fæti sem foreldrar og taka saman höndum og ákveða nei, við leifum að þessi forrit ekki fyrir en þau komið aldur til og ef þau komið aldur til að þá hefur fylgjast með því þannig að, og ég hef sagt foreldrar þau erum einhver spjallgrúpu, einhver ákveðin hópur og það er bara já, það verður allavega foreldrar að vera í spjallgrúpunni þannig að þau vita að það er verið að fylgjast með af því að maður veit að það getur oft komið bara eitthvað strax upp á og þau svo búið að eyða kommentum og krakkar eru klárir þannig að nefnilega snýst alltaf samstöðu foreldranna nefnilega, það verður að vera þessi samstæða sko. Þannig að ég vil bara notið tækifæri líka og benda öllum foreldrum sem eru að hlusta á það að inn á stafrænvelferð.is þá er þetta að finna samning sem hægt er að gera skriflegan samning á milli foreldra það að fylgja ákveðnum reglum þegar kemur að samfélagsmiðlanótkun, símanótkun eða tölvuleikjanótkun. Já. Ég vil hvetja líka foreldra til að gera þetta bara eins snemma hægt er, helst í 6 ára bekk. Já, bara sem fyrst. Sem fyrst. Þú veist, það er svo erfitt að fara að grípa rassin bara, mammina Gunnu vill hafa þetta svona en við verðum eiginlega, Nei, líka bara þegar búið að leyfa þetta snemma að það er svo erfitt að bakka. Akkurat. Bara út komið 10 ára með Snapchat eða eitthvað. Og svo alltaf nei, 11 ára herri, nú eru foreldrar búin að ákveða þetta á ekki verið í boði, eða þú veist. Já, það er svo... Og svo bara hætta og þá áttu að vera 13. Svo það er bara að vera ekki í boði og og síðan það bara taka umræðan það þegar orðin 13 ára hvort að þetta eigi að leyfa og hvað þá og það er í samvinnu. Einmitt. Að því að síðan er það eins og til dæmis tölvuleikina farin svolítið út úr skólatoppikinu en ég hef heyrt marga foreldra mitt hvart undan því að þau vilja til dæmis alls ekki að börnin sín sé að spila svona ljóta bannaða leiki eins og Grand Theft Auto og fleira. En síðan er kannski einn drengur í bekknum sem má spila þennan leik heima án eftirlits og þar hópast bara hópurinn og er að spila þennan leik og þú sem foreldri í rauninni veist þetta ekki og getur í rauninni ekkert gert í því. Nei. Og þarna kemur einmitt þessi samstæða aftur líka að því að við vissulega getum ekki stýrt því sem gerist á heimilum annara og börnin okkur fara annað og horfa okkar þar. Við getum stýrt það sem börnin okkar gera og ef þessi umræða er ekki að því að mér er mjög mikilvægt að
foreldrar geti hist og rætt þetta. Einmitt. Þannig að þetta foreldrar með sveita ekkit endilega að það að gera kannski eitthvað sem er ekkit endilega skynsalegt sko. Og já, þannig að þessi samstæða skiptir bara miklu máli. Bara sammála ykkur í því. Gera það. En svona ef við víkjum aftur að þessu sem við töluðum í upphafið þáttar í inngangnum og þú gerðir í greininniðinni, var þetta bara ofbeldi innan skólans? Það gagvart bæði kannski kennarum og samnemyndum af nemyndum og orðbragðið og allt þetta. Við vorum aðeins byrjað að ræða áðan varðandi COVID og það. Já. Hvernig svona, já ég veit ekki eins og hvar við að byrja, ég bara þekkit ekki nóg vel, en kannski bara ástæður og hvert við getum tekið þetta. Já, sko þetta er alveg flókimál og og í umræðinu sem skapaði svona í kringum en því setti þess að grein fram var að bæði hvað er ofbeldi og hvað þegar barn missir stjórn á skapi sínu, að fyrir mér er þetta bara tvennt ólíkt og náttúrulega bara kannski útskýra það, barn missir stjórn á skapi sínu, þá er oft einhver undirliggjandi vandi, greiningar annars sem maður ræður ekki við og skólanir eru bara aðstofa barni við að finna leiðir til þess að minnka að það taki ákveðin kost og svona en svo er ofbeldi rauninni svolítið annað og það er svolítið bara þegar börnin er að fara og ganga að næsta og bara sparki hausinn á okkurum eða segja eitthvað ljótt viðkomandi og þetta hefur aukist mikið undanfarin ár, það hefur alltaf verið ég meina, hildið þið munið að sjálfur þegar voru í skóla var alltaf eitthvað í gangi og líka þetta orðbragð bara vakti mig til umhugsunar að bara stelpur á mínum aldrei voru að segja já ég man eftir því skóla voru strákarnir að segja þetta við kannski stelpurnar eitthvað ákveðið, hóran þín og eitthvað en í dag er orðið algengar þetta er sagt líka bara við kennaran og þetta er bara svona eðlilegra þetta er fara, normið er fara að vera allt annað heldur en það var bara svona virðingin engin bara minni virðing og þetta er líka sko eins og margir segja kannski ég með 20 börn í bekk og kannski börn í mínu bekk segja þetta ekki því ég er búin að skapa ákveðna tröstin á hópsins en svo kannski börnin fara fram að ganga og þá bara tussaðin við næsta gangavörð eða annan kennara eða þetta er svona pínu já ég kannski segja þetta ekki við hana en ég má alveg segja þetta alltaf hina það er leyfilegt þannig og maður veit alveg svona sem ég hræðist að það er hvað veldur því að börnin segja svona mikið í dag akkur þeim líður svona illa akkur þeim líður illa og akkur þetta orðbragð er orðið eðlilegt og þá kannski fer maður svona aðeins að hugsa tækin líka og þá þarf maður við foreldrar aðeins að fara að hugsa líka okkar gang þar bara hvað eru þau að horfa á og réttu við þeim bara tæki eftir vinnu og eru þau bara YouTube og við með hvað að fylgjast með eða eru þau að horfa okkur sem við vitum að þau eru að horfa á eða og þeir eru svo fljóta að pikka þetta upp og að veita öðrum börnum samkennd og annað, það er orðið miklu minna. Ég með las í kjölfari af einhverju eins og sagði, setti fram status bara á Facebook í dag í leikskólum, það er bara förum í berjó. Já, það er svo slagsmál, það er ekki eitthvað förum í mömmu eða förum í berjó. Þá er það bara orðið sem maður sé að fara í Lego. Já. Og þannig að maður, hvar er normið? Bara verðum við ekki aðeins að finna út úr því hvar við erum að fara út á brautinu. Sko. Og mér detti bara núna í hug að í gegnum allar þess að kærabaráttu kennar, það var einhver að tala, tilgreina veikindalefi hjá kennarum. Já. Ég man ekki töluna, en svo bara hugsa ég núna, kennarar lenda í svona miklu ofbeldi í starfinu sínu, það er ekkert rosalega margar stéttir sem lendi bara getur alltaf komið upp og lendi ofbeldi, lögreglumenn og vinnir okkur svona heimilum og svona. Já, það er alveg einhverja stéttir en það er ekki margar stéttir sem bara geta alltaf átt vona þessu og það er bara, mann finnst það mjög alvarlegt, maður hefur mist bara kennari í langtíma veikindi og svo þekki ég líka bara til aðila sem að lendi bara í kæruferli. Já, því að það var sá aðili var bara komið vekk fyrir stórslis en endaði sjálfur bara með kæru á bakinu og margra mánaða ferli sem beið og endaði í veikindalefi skiljanlegt og þetta er bara, maður er bara með nokkur svona dæmi og því miður og þá er það bara annarkvort ofbeldið eða þá einhver sem að foreldrar ganga og langt líka, þetta er svona þessi lína sko. Það er líka búið að taka alveg allan aga frá kennurunum eða þau hafa
þeir hafa ekkert leyfi til þess að spórna gegn því að sé vera að ráðast á sig svona. Og ég hef alveg fengið spurningu bara, heyrðu, ef það eru slagsmál annað, á ég ekki bara stíg eða bakka, skilur að því að við erum öll bara því maður vill ef eitthvað barn að valda öðru barni skaða, auðvitað ber okkur skylda bara að fara inn í það, en ég skil líka alveg kennara að vera bara pínu hræddir, bara fara inn í slíkt og stoppa af að spurning bara verði ég kærður eða þú veist, ber ég skaða af og þá fæ ég enga bætur eða þú veist, jú, eitthvað grunnbætur sem að sveitafélagi er með ákveðnar, allir með eitthvað ákveðnar tryggingu en sumir hafa lent bara veist, með örorku og eitthvað svona eftir ákveði þannig að já, þú veist, þannig að þetta er alveg flókin umræða og bara erfitt viðfangsefni en sem ég vist mér samt mjög mikilvægt að taka. Já, heldur betur. Þetta er bara sem við erum að glíma við einhvern veginn, bara eins og allstaðar á landinu. Já. En líka ef maður ímynda sér kannski 2 úrlingsstráka vera slást verandi kona, ég er ekkert sem ég myndi treysta mér inn í þann þar á milli sko. En maður veit líka alveg, þú veist, þegar í skólanum mínu við erum upp í 7. bekk en við erum ekki með úrlinga þar en maður veit þá líka ef þetta er það mikið að þá hefur stundu bara þurft að kalla til lögreglu bara til að stígi sundur og þú veist, það er ekki allir sem geta hlaupi inn í svona sko. Nei. En já, en maður svona veit allan að svona, já, hver skóli er hann bara að gera sitt besta árin að ná þessu niður og og kannski aðal áhyggjur efnið er kannski þeir foreldrar sem að svona aðstóð ekki við þetta og flesti foreldrar, eins og segi hjá okkur, við vinnum mjög vel með flestum þeirra sko og þá oftast gengur þetta betur en þeir foreldrar sem trú ekki að börnin sína séu í ykkur eða gera eitthvað að segja eitthvað alltaf einhverjum svo já, það er það sem er erfiðast sko að þau trú ekki að barnið þeirra geti gert eitthvað Þú tala líka samkenndina já og það hefur að koma fleiri og fleiri rannsóknir sem sína það að skjánotkun og sérstaklega samfélagsmiðlanotkun er að valda því að við erum með minnkandi samkennd ekki bara við fullorðna fólki, heldur líka sérstaklega börnið að það verður bara þessi aftenging er að þú þetta er svo hryllilegt ef þú tala við mannesku og horfir í augun á henni og myndir segja eitthvað ljótt og hún fara að gráta, þá finnur þú því líka samkennd en ef þú gerir það í gegnum bara kommentakerfið þá finnur þú ekki þessi samkennd og síðan eru þau svo móttækileg og heilin er ennþá að þroskast þannig að ef þú ert í þessum dag frá degi inn á samfélagsmiðlum eða svo koma þessi kannski bönnu tölvuleikir inn og YouTube myndbönd sem er að sína fólk þú veist, fólk detta og þú hlærið og það er rosalega bara mörkin færast það er langt frá og síðan ferðu bara að ekki hafa samkennd í raunveruleikunum í raunheimum og þetta er graf alvarlegt vandamál og það og þetta byrjar bara strax í leikskólanum og ég hef einmitt annað dæmi þaðan sko bara sem foreldri ég trúði ekki því ég heyrði þetta að það var svona, heyrðu, barnið þitt í dag spurði annað barn bara er allt í lagi með því að það slasaðist og mér finnst þetta svo sjálfsagður hlutur einmitt og það er svona, já, bara frábært en það er ekki þetta börn sem gera þetta Nei, ég var þetta mér fannst það svo áhugavert þannig að mér finnst þetta einhvern veginn ekki til frásagnar Nei, það ætti ekki að vera það þetta skapaði sem bara umræðin bara, maður settist fram þess að grein og ábyrgd og annað þetta kom svona upp sko maður hefði ekki upplýstur þetta venjulega en bara hvar eru við stödd ef að þetta byrja strax í leikskólanum að þetta séu fréttir að barn síni að öðru barni samkennd þannig að þá sér maður líka bara ok, svo fer börnin í skóla og hvað er við þá að díla við í skólanum ef að það er alltaf lægi að slá þennan í hausin og þetta er alltaf lægi þetta bara djók og hann bara hágrænjandi eða bara þú veist æskilið, þetta er svona bara hvernig getur við segjum að skólinn getur ekki deitt þetta samfélagi þarf að vera með í þessu og segjum foreldrar og samfélagsmiðlar og þetta er alls mörg á skjánótkun og annað sko þannig að þetta er alls samfélagslegt vandamál sem við þurfum öll að vinna að það er ekki hægt að vera að benda hvort annað við þurfum öll að vera að líta inn á við það er akkurat svoleiðis, hver einn og einasti sko. En svo talaður í greininni að skólar þurftu atferðlisfræðing ég hef bara aldrei heyrt það er það raunverulega skólar að reyna að fá atferðlisfræðinga inn? Já, það er alveg einhver sem er með atferðlisfræðing í starfi og hjá okkur í Kópavoginum við búum yfir mörgum sérfræðingum sem við getum bara fengið til okkar og meðal annars atferðlisfræðinga
og sem hafa aðstofa bara okkur í mörgum málum sem bara verið frábært en maður hugsa svona sjálfur bara ég var til að hafa einn hjá mér bara og það hefði búið að segja við mig bara, okkur ræður ekki bara inn og þá er ég svona hvert eru við komin ef að við þurfum á þessu að halda inn í skólana auðvitað vill, og draumaskóli minn væri með atferlisráðgjafa, sálfræðingi, þroskaþjálfur öllum sérfræðingunum, skiljið mig en svona að því við erum ekkert með sér úthlutun fyrir atferlisráðgjafa maður var að taka það á öðru stöðugildum en þetta vakti mig til umhugsunar og bara þegar maður vissi að það er aðrir sem ég með svona í mínu skóla og bara, svona, þetta var ekki þegar við vorum í skóla þannig að en bara þetta er frábær við erum búin að fá frábæra einstaklinga til okkar og alveg nokkra með sem að vinna við þetta og hafa hjálpað okkur mikið en þetta er alveg svona áhugavert að pæla í þessu þetta er svolítið bara setur í samhengi bara hvert eru kannski komin sem samfélag sko. Já, að því að þetta er kannski eitthvað sem við gott að hafa í þessari stöðu en ekkert enda svo þú myndi vilja þurfa Nei, nefnilega ekki Ég myndi alveg vilja geta maður myndi alveg geta leita til þeirra með ákveðin mál en þetta sé ekki orðið svona algengt að maður þurfi að ráðfara sig við atferlisráðgjafa svona mikið eins og þetta er það er kannski það sem maður hefur ágjur af hvert þetta stefnir og maður hefur líka pyrpina ágjur af hvert við erum að stefna bara maður að horfa á námsárangur og við komum ítl út í PISA og allt bara, við erum ekkert komin á botnin ennþá þannig að hvenær komum við á botnin og rífum okkur upp bara þarf ekki bara að fara að drífi því núna þannig að og þetta er bara einn liður í því sko, hvernig staðan er inn í skólanum sko. Þannig að ég er alveg svona, ég hef heyrt fólk hafa áhyggjur af PISA-könnunum en eftir þetta ofbeldistal þá er ég bara svona PISA komin bara svona aftast í hugan Já, einmitt og manni finnst það heldur ekkert að vera áherslu þáttur eins og í okkur, maður vill bara reyna að koma á skólan í bara börnum líði vel og kannski líka bara eitt vinkil með svona mál umhverfi sem börnin okkur er í dag að þau eru kannski 6 tíma í skólanum og sofa 10 tíma vonandi allavega flest og kannski 8 en hvað er þá mikið heim og annar staðar, íþróttum og fara út í búð og tala íslensku þar, nei, tala ekki íslensku, tala ensku við afrúkslu fólkið og það er kannski erlendu þjálfari og svo ertu á YouTube allan daginn að fylgjast með ykkur í tölvuleikjónuðin sem átt að spila og það er allt á ensku og ég finn gríðarlega mikið fyrir þessu börnin tala bara orðið miklu meira ensku og miklu sterkari ensku heldur en íslensku og og ég hef alveg hugsað, ég var alveg til í bara börnin fengið að taka PISA á ensku heldur staðin fyrir íslensku og kannski gott aðeins með þetta við vorum bara að leggja fyrir skólapúlsun í okkur bara í janúar og börnin skildi ekki íslenskuna bara á miðstigi og voru stansett að spyrja að kenna bara hvað þetta þýðir og enda með að kenna að heyrðu, setið þetta yfir á ensku og þau hætti að spyrja gerðist þetta í alveg? Já, þetta er svona og ég finn það hjá mér bara sem foreldri maður er bara, enskan er orðin bara yfir sterkari Já, ég finn það líka sko en mér finnst það bara svo svakalegt dæmi sem það nefnir Mér finnst þetta er svo kýrskýrt hvað við erum að glíma við sko þannig að ekkert skrítið að börnin koma mjög illa út úr íslenskunni þegar þau skiljið ekki eins og skilja ekkert prófið og þetta er bara flókin orð og svo ég held að við myndum ekki standa okkur vel heldur í því sko Þarna væri gott til dæmis að það væri ekki snjallsími heima með YouTube og öllu og þau kannski fengja leiðastæðins og kannski lesa bækur Já, og kannski myndi ekki vera þessi standlösa dagskrá sem alltaf líka verið að keppast við að vera eitthvað í gangi alltaf og börnin með ekki leiðast og börnin að vera 2-3 tómstundum og líka bara foreldrar tali við börnin sín maður sér það líka dróðið minna þess að eiga bara kvöldmatastundina og geta rætt saman og það var eitthvað margir bara inn í sínu hotni í sínu tæki sko. Já, og það er náttúrulega í samtali við fjölskyldu það kemur svo mikið inn svona siðferðisleg mörk og allt þetta þannig að kannski ekkert skrítið að það, En að öðru, bara svona fara aftur inn í skólamálin þú talaði til dæmis í greinni sem ég haft mjög áhugavert og bara gott að tala um þetta það er þessi streita í samfélaginu bara við foreldrar og kannski þetta auka verkunin af streitunni sem við foreldrar erum að upplifa það er alltaf hlaupum við erum bara öll að vinna 100% vinnu og þú veist við erum bara öll að drukna og þá bara endar það þannig að bara krakkin fær snjallsíma og kannski sinni sér bara svolítið sjálfur í gegnum þá hvað finnst þér um þetta, hvað, þú veist, svona samfélagslega eða hvað myndið þú vilja sjá?
maður að horfa á bara eins og löndin í kringum okkur, bara nú þekki ein góð samstarfskona mín bjó í Noregi og bara hún var alltaf síðust að sækja barn sitt á leikskólan 3:00 á daginn. Skiljið, þetta þetta bara hinum með við hafi og maður hugsa svona hvernig getur við komist þangað sem íslensk samfélag og ég held að það sé ekki hægt nema að það gerist eitthvað eins og til dæmis varandi húsnæðismálin og þú veist, þetta svo stórt þetta miklu stærra heldur en einhvern veginn, maður getur gert eitthvað sjálfur hjá sér, bara fólk að vinna tvöfalda vinnu til að geta borgað lánunum sínum og bara átt þak yfir höfuðið og þá getur ekki sinnt börnunum sínum nægilega vel, þannig að þetta þarf að byrja eitthvað staðar annars staðar heldur en í skólanum, eða við sem fór, maður veit að allir bara hlaupum til að ná endum saman einhvern veginn og og ég spyrja, byrjar hún 7 eða 8 í vinnunadaginn? Eða fyrir með barnið kl. 7? Já, bara mótnan, hún sagði hún ekkert alveg klukka en þú veist, en mér var þetta bara áhugavert að því að 3 bara út að býst. Já, það er bara að allir myndu sækja kl. 3 eða myndu bara búa til miklu betra samfélag sko. Og líka bara föstu dögum bara flesti bara hættir í hádeginu og eða því svona, þetta allt annað einhvern veginn og líka bara sem maður hugsa þessi leyfi, þú veist, það vetrarfrí í skólanum hérna og það líka eins og í Noregi en þá var þetta bara svona samfélagslega samþykkt að vera vetrarfrí og þá voru foreldrar líka í vetrarfrí þá bara ákveði að gera eitthvað saman í vetrarfríinu en hérna þetta meira bara kvöð og pína þetta sé vetrarfrí og hvað gera við barnið því að vetrarfrí og ég í fríi og þú veist ég fæ ekki frí í vinnunni og þetta alltaf með þetta stress sem að leggst á okkur foreldrana hvað við eigum að gera við börnin því við þurfum að vera í öllum vinnunum okkar og þó sé ekki nema bara ein vinna þannig að eins og ég minnst það miklu stærri vandi heldur en einhvern veginn ég get ekki list og við hérna saman sko. Ég tók mitt eftir þessu fyrir COVID-reyndar þegar núna heimavinn orðin mjög algengari að á mínu vinnustöðum þá var alltaf reglulega fylltust skrifstofurnar af krökkum með iPadum sem voru bara í vetrarfríum og þá fór ég alltaf að hugsa fyrir hvern vetrarfríið það ekki fyrir krakkan ef hann bara í spjaldtölunni upp í vinnu og mamma og pappa það ekki fyrir foreldra það fyrir kennarana, ég veit það ekki það ætti að vera fyrir börnin já, og það kom eða ósk foreldra að setja þetta vetrarfrí á til að byrja með það kom alls ekki frá kennaranum til þess að samram til að geta að færa til bara svona það sé skýrt það er svona, þetta ekki bara kenna vilja vetrarfrí og það bara börnin í iPadunum í vinnunni og foreldra kalla eftir vetrarfrí og bara svo í Kópavogi núna við gerum könnun bara hvernig á vetrarfrí að vera viljum við hafa frekar eina viku einu sinni yfir árið eða hafa þetta 2 daga og flestir vildu bara hafa þetta óbreytt að því maður hugsaði líka kemur sér betur kannski að það sé bara einu sinni og þá getur bara, þetta að stilla fríið sitt inn á það að vetur við hér og við ætlum kannski að gera eitthvað saman og fara í bústað eða bara vera heima og föndra eða þú veist eitthvað skilur bara, en það skipta ekki máli sko þannig að en jú vissulega er vetrar fyrir börnin en svo eins og segir, þetta er bara algjörlega lýsing á mörgum vetrar fyrir mjög börnunum sko sem mann finnst ekki vera, maður vill ekki hafa það þannig sko. Mér finnst bara eins og við séum núna bara sem samfélag við erum bara föst í einhver svona vef af streitu sem eitt spilar með öðru við erum svo streitt að við förum í spjaldtölunar og þá sjáum við alls konar ljóta hluti og pólitíska neikvæða hluti og eitthvað svona og það gerir eitthvað ennþá meira streitt og svo koma börnin heim og þau eru öll fulla streitu og þá fyrir við og sendum einhver harðorða tölvupósta á kennarana og þeir verða allir fullir að streitu og svo fæ maður endalaus e-mail frá mentor og maður ennir ekki svona að lesa helmingina þessu og það fyllir mann að streitu og þetta verður allt svona bara einhvern veginn fer allt í köku einhvern veginn. Vistu mitt svona að þú segja þetta það var umræðna fyrir jólin það var eitthvað foreldrar sem að tjáðu sem alla þessa daga jólapeysa hér og kaffi og var bara ég nenni þess ekki og ég var alveg að hugsa þetta sjálf þetta streituvaldandi en þetta gaman og þetta uppbrot fyrir börnin en þetta vakti mér svona umhugsun og akkurat í þessum takt sem þú ert að segja að þetta að auka streit og foreldrar og þau bara ráði ekki við þetta sleppum þessu bara, ekki hafa eitthvað mömmu og pappa kaffi í leikskólanum ég get ekki mætt og þá hugsa maður hvert við komið sem samfélagi við getum þetta ekki við getum ekki sinnt börnunum okkur að fara í kaffi í leikskólanum, þú veist, æskili Mér finnst það svo fyndið að því að ég man þegar ég las þetta fyrir jól með þessa grein og þá hugsaði ég að það var svo mikið að gera hjá mér líka ekkert endilega tengt skólanum en bara félagslega líka og ég skildi alveg hvað hann var að tala bara, já, vá, þetta allt svo mikið það svo mikið í desember, maður að drukna síðan kom janúar og núna vorum við með afa og pappa kaffi og svona þorrinn og strákurinn minn alveg bara blómstra, hann fannst svo skemmtilegt sko
og þá les ég þessa grein frá þessari sömu konu þá er ég bara wow Já, þetta er ómikið. herðu, slökum að þess á Já. það er janúar, það er ekkert í gangi af hverju höldum við ekki bara upp á þorran Já, akkurat. eins og okkur En svo kannski önnur umræða af og pappakaffi, það er kannski líka svona liðin tíð, það er ekki allir pappa og sumir er 2 mömmur eða 2 pappa og já, það er reyndar allir velkomnir, það er alltaf tekið já, sérstaklega flott. fram að, þú veist, frændur eða vinir eða jafnvel mömmur, þú veist, það mega allir gesti koma en þetta er svona stílað á akkurat, á kallana. svona fyrir maður út fyrir já, en mér finnst þetta svo jákvæmt að því að hann verður svo stoltur af Já. öfi sínum og pappa sínum og öllu, þannig að mér finnst þetta bara vera skemmtilegt og jákvæmt og þá þurfti ég svona aðeins að fara að endurhugsa þetta með jólin Já, bara jú, ok, ég vil samt ekki fara að skemma það nei, en ég held að þetta sé samt meira einkenni streitunar frekar heldur en streitan sjálf þetta er alveg svo, ef þú verður að mæti rektin frá 6 á hverju mótni og þú ert bara alveg að drukna í lífinu þá er það streituvaldandi já, en það er ekki einkenni eða þú veist, það er ekki afleiðingi því þú sér streitt nei, akkurat. þú verður ekki að fengja að hreyfa þig Já. heldur það að það og þú finnir fyrir streitu yfir því að þurfa, quote on quote að mæta kl. 6 þá er það meira bara svona afleiðingin Algjörlega. Og ég get alveg tengt við þetta í desember líka, ég sagði við þær í vinnunni bara svona, með börn á 3 skólastigum, það er bara þessir, jólabesja þessum hérna á föstudaginu hinum, þetta er á þessum í næstu viku, maður bara komið sér desember dagatal og það voru pínu svona, sérstaklega þessi eldri bara, heyrðu, njóttu ég veit ekki núna, ég er ekki með börn á heimilinu og það er ekkert jólabesja, ég það mæti jólabesja sjálf vinnuna en það hugsa maður svona, já, auðvitað þarf ég náttúrulega aðeins að líka bara stíga eitt skref tilbaka og njóta þessa tíma með mínum börnum og mun eftir öllum sem dögum en þetta er alveg góð lýsingkjöður þetta er bara, þegar maður er sjálfur í streitu og þá verður þetta auka streita og þá fyrir þetta að vera töðunar af fólki sko. En þá langar mig að spyrja þig út í eitt svona sem ég kalla stafrænt áreiti af því að ég vil meina að hluti, ekki að alhæfa en hluti af því sem er að valda því að við séum sem mikla streitu og af hverju við erum svona mörg tilvik af kulnun og fleira er að við erum með of mikið stafrænt áreiti og það felst bara í öllu stafrænt áreiti, það er allt þetta TikTok, dopamin flæði, það er öll neikvæða pólitíska umræðan og síðan er það allir þessi tölvupóstar þess maður að fá alveg endalaust tölvupósta í vinnunni og síðan er ég til dæmis líka með börn á 3 mismunandi stigum og tölvupóstaflæði sem ég fæ frá, sko, ég er með Völu, Karelen og Mentor og þetta er endalaust. Ertu ekki með sportable? Jú, svo er ég með Sportable og þarna XPS. Það er inna hjá mér líka. Já, og ég bara, þú veist, nenni þið please en líka þegar þetta er bara eitthvað svona eitthvað sem er ekki neitt, það er bara óska góða helgi eitthvað, þá er ég bara, ok, hvernig er ég að taka markaði þegar það er sendt e-mail, þegar þetta er bara stundum eitthvað ekkert e-mail og þá fór ég að hugsa, ég skrifaði hérna hjá mér spurningu til þín, mentor, gott eða slæmt því ég hef alveg alls konar pælingar þegar kemur að mentor Já. er að fyrsta lagi, viljum við hafa svona rosalega, það er rosalega gott að geta tilkynnt veikindi og svona dót, en ok en viljum við hafa svona rosalega beint aðgengi frá til dæmis foreldri að kennara, til dæmis bara þegar kemur að neikvæðum skilabóðum eða einhvers konar áreiti í eitthvað garð og hvað með eins og þegar barnið okkar er að hæða sér illa að fá stanslaus skilabóð frá kennaranum það bara í dag haga hann sér illa, í þessum tíma haga hann sér illa og í þessum tíma haga hann sér illa og í þessum tíma haga hann sér líka illa og maður er bara, eitthvað í vinnunni sko, bara barnið bara haga sér illa í allan dag og svo kemur þú heim og barnið er heima og alltaf þú bara fara að taka barnið á teppi, það hefur ekki eins og sjálf mikið tækifæri til að segja hvernig dagunum var. Já, þetta er alveg svona kostur og gallar, ef við byrjum þessu kennurunum, jú, allir á tölvupóst. Það er ekkert endilega gegnum mentor en bara, getur bara fundið tölvupóst á heimasíðinu og senda ykkur drullupóst ef þú vilt þangað þannig að já, vissulega er það ekki kostur en líka gott að hafa aðgengi og það kannski fór aðeins inn í greininni að það þarf að setja ykkur að línu sko að það þarf ekki að þú getur ekki verið bara alltaf stíga inn fyrir línuna og lifti hvað sem er það er svona þessi vinkil með kennarana en svo eins og með hitt að foreldrar þeirra barna sem eiga einmitt barnið svo að lýsa að við hefum alltaf lagt áherslu á því að draga úr þessum skráningum á mentor að það sé ekki stansist bara truflin tíma þetta alveg endalaust að það sé það freka verið að fara yfir annarkort bara að þú færð vikulegt rapport eða það eru teymisfundir reglulega og það bara fara í gegnum þetta
símtöl, þannig að sé bara rætt daginn og veginn, eða skil ekki daginn og veginn, bara skólan, eða skilji og við leggjum áherslu á að þegar eitthvað jákvætt gerist að þá sé haft samband þannig að þetta sé ekki stanslust þetta neikvæða að því að leggja sér fram í skólanum og horfa á það að öll börn búi við styrkleikum og maður þarf að finna styrkleika hvers barns þannig að og leiða maður finnur það og getur horft á þetta jákvæða þá erum við allan vonandi þess að það minki í rauninni þetta neikvæða ég veit ekki hvað skil hverju fara þannig að en svo bara, eins og ég get ekki talað alla skóla en þetta svona áherslan í okkur allavega en jú, mentor við getum alveg tekið þáttu mentor svona það er ekki alltaf vinu minn Nei. Ég vil bara opna mig og tjá mig það að ég veit ekkert hvað er í gangi mentor, ég skil ekki neitt Nei. Ég skil ekki einhverjunar ég skil ekki stöðuna ég veit ekkert hvað barnið stendur ég hef ekki hugmynd Nei. Þú veist, jú, það er einhverju litakóður og það lítur alltaf ákveðlega út en bara ég sakna þess að fá þessu gömlu tölur sem sínum við bara í prósentum einhverjum prófum og þá getur maður svona, ok, nú skil ég skil. Ég er alveg skrefið frá, ég gleymi að kíkja mentor ég bara, ég er aldrei ég reyndar, kíkja mjög lítið á mentor núna af því að ég bara veit ekkert hver gangi En ég skil það alveg, því þegar við vorum í skóla þá var þetta bara tölur og þú veist þetta 7 í þessu og 8 í þessu og svona en þessi námskrá sem hann gefið nú 2011 þannig að ansið langt síðan að hún býr yfir að við erum að meta hæfni viðmið hjá börnunum og á þessum tíma sem að námskráin kemur út að við fengum ekki rosalega mikið stuðningin í skólanum hvernig við ættum að útfæra þetta það kannski fyrsti vandinn og að tók okkur alveg mörg ár reyna að búa bara til okkar skólanámskrá og skilja bara þessi hæfni viðmið og það er alveg nú komið drög að endurgerði eða bara komin, það er ekki drög, hún komin endurgerð námskrá aðalnámskrá sem að taka gildi næsta haust það sem búið að fara yfir þessi hefni við mig og einfalda margt en foreldrarnir skilja rosa lítið í þessu nú er ég sjálf í skólakerfinu og skilja þetta en þeir sem er ekki að vinna þeir skilja þetta illa og þessi við sjáum að við getum ekki bætt í skólanum í okkur að það er að vera með meiri fræðslu til foreldra bara hvernig þetta almennilega virkar og hvernig hæfnikorti virkar og hvernig getur náðu skýrslu og hvað þetta þýðir allt saman að því margir eru svona pínus svona stand og gati hvað þetta varðar en gallin við það er að ef maður er með slíka fræðslu þetta er eitthvað spennandi fræðsla og það mætar og svo fáir þannig að það var svona hvernig getum við upplýst foreldra og útskýrta fyrir þeim veist, ef þau hafa svo ekki áhuga að mæta við getum verið með myndbörn í tæknina spjaltölunni það og svona til að útskýrta en maður skilur þetta alveg og höfum alveg tekið fundið með foreldrum bara þegar þau fatt ekki hvernig það virkar bara góður í leið, bara hvað er það og hvað ég fegin að ég sé ekki eini í þessu nei og það er bara alveg skiljanlegt þannig að en þetta er svolítið bara þú veist, ef þú grætn og hæfnin á þá bara stendur þið vel, bara frábært mér finnst það frekar svona foreldrar sem eru með börn og úlningastígi og bara er að keppast við að komast inn í Vestló og MR bara hvað er no hvenær kemst í framhúsgarandi og svoleiðis sem að minnst þeir foreldrar frekar vera svona kall eftir svona frekar útskýringu þá allavega á þessu en í yngri og við þurfum líka bara að vera bara meðvitaður þetta upplýsingaflæði varandi stöðu barnanna og líka þá bara þessi lögðu áherslu það í nemendaviðtölum og svoleiðis hverjum skóla Frábært Ég segi tökum gömlu einkunnagefnar tilbaka en skulum það er kannski líka svona þægindaraminn maður þekki, við þekkjum það það hefur verið mjög mikil umræða þessa námskrá og ágæti hennar hvort það er líka heilt þáttur það er heilt þáttur já, örglega en ég þetta er svolítið tvíegja að ég vil fá þessa gömlu einkunni tilbaka en ég vil ekki setja þarna mentor af því að förum þetta heim á pappír nei, ég er ekki grínast af því að ég vil að börnin fái tækifæri til þess að koma heim gengið vel í prófi og getið með stolti sagt foreldrunum í dag fekk ég þetta í starffræði og verið stolt ekki það bara foreldrar í vinnunni og svo bara ding já það er aldrei samtalbeint já og bara þú fær bara strax og barni fær ekki þetta tækifæri til þess að sjá foreldrar sitt vera stolt líka það eru vondar einhvernir að þá er feysa það já og þá er foreldri búið að malla eitthvað pirrað yfir einhverju lélegum einhvernum áður en að barni
Hefur eins og tök á því að virkan kennara, skellur sér strax inn. Ég veit ekki alveg hvernig það virkar sko en kannski er ég alveg að bylla Já, en já, ég fatt ekki að þetta væri búið þessi stund þegar maður mætti heim með litlu hvítu bókina bara Einmitt. en hún var ekki notaleg fyrir mjög marga, þú veist. En við gefum ekki eins og börnunum tækifæri á að fara í gegnum þessa bók og feika niðurstöðunar fyrir Já, já fólk Gefum ekki eins og tækifæri því En svo veit ég þess að margir skólar í dag eru með nemendastýri viðtöl, en ég veit ekki hvort þið kannast það eitthvað sem foreldrar. Jú, Já, og nýbyrja þú veist, þá í rauninni geta börnin líka svolítið sagt frá hvar þau standa. Já. Mér finnst það allan að vera frábært að því að það er pínu aðeins að hérna gera þau pínu ábyrga líka. Ég er í náminu mínu, þetta er ekki bara einmitt hvíti pappirinn og geta útskýrt, mér finnst þetta erfitt og þetta skemmtilegt og ég stend mig vel hérna og þá skapast umræður í kringum það. Einmitt. Þannig að hérna, já. Já, ég er nýbúin að eiga mitt fyrsta svona viðtal, það var mjög skemmtilegt. Ég hef aldrei tekið þátt í svona, ekki sem ég sjálf eða með neitt bat, sko, þannig að þetta var mjög fallegt, þetta var svona á forsendum barsins. Já, algjörlega. Og bara, þú veist, mér finnst þetta auðvelt, þetta skemmtilegt, mér gengur vel hér, hérna finnst mér áskorun, mjög svona indælt. Ef það ekki bara loka þessu á þessum orðum. Slá botnin í. Já. Það voru búið að fallega orðið eitthvað. Já, algjörlega. Ég vil bara þakka kærlega fyrir að koma, Já. Sigrún, og ræða við okkur. Já, bara takk fyrir að fá mig. Það er mjög skemmtilegt.